Heyriði í mér? Ok, æði. Góðu gestir, líkt og hefur nefnt heiti ég María Lena Heiðarsdóttir Olsen og uppalin á Egilsstöðum. Ég stofnandi og eigandi fatamerkisins M-Fitness. Þegar ég var 10 ára gömul, opnaði mamma ljósastofu í bílskúrnum heima hjá mér, okkar á Egilsstöðum. Hún byrjaði smátt, nokkri ljósabekkir, nærföt og náttföt til sölu og slá af fötum. Viðtökurnar voru góðar og urðu grunnurinn að fataversluninni River. Ég ólst upp við að horfa hana byggja þetta upp, skref fyrir skref, án þess að nokkur segði henni hvernig hún ætti að gera það. Áratug síðar var röðin komin að mér. Þá, rétt rúmlega 20, einstamóðir á Egilsstöðum, fékk ég þá flugu í höfuðið að stofna mitt eigið íþróttafatamerki. Fatamerki sem tæki mið af því að konur eru til í öllum stærðum, gerðum og sneiðum. Ég byrjaði smátt. Ég seldi á Facebook, beinti kvenna sem ég þekkti, eina og eina í einu og byggði fyrirtækið upp af eigin ramleik. Það var ekki auðvelt. Ég get sagt ykkur að stundum fannst mér eins og ég væri að taka 3 skref áfram og 2 tilbaka og stundum meira þess að 5 tilbaka. Í dag stend ég uppi með burðugt fyrirtæki með verslanir á Egilsstöðum, Reykjavík og Akureyri og vefverslun í uppbyggingu. Það kom upp alls konar áskoranir og ástæður til þess að leggja árar í bát. Krónan, dýrt atvinnuhúsnæði, opinber gjöld, heimsfaraldur og fleira, en ég hætti ekki. Við fyrstu sýn ekki augljóst að sjá tengslin milli íslensks fatamerkis og Evrópusambandsins, en bíðið bara. Ég lauma á líkingu. Sumir viðskiptavinir mínir hafa stundar hreyfingu árabil en aðrir eru rétt að byrja. Sumar eru með breiða mjaðmir, aðrar búklangar, brjóstastærðir eru allskins og svo mætti lengi telja. Flíkurnar mínar eru ekki one size fits all. Það væri ávísun að einhver yrði út undan. Ríki og hagkerfi Evrópu ekki svo frábrugðin fatasniðum. Líkamsgerð Íslands ekki svo sama og Þýskalands, Frakklands eða Spánar. Gegnum árin hefur hryggjastykkið verið framtakssemi einyrkja, lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Við erum bændur, rafvirkjar, málarar, bókarar, verslunareigandur, kennarar og fleira. Við eigum það til að gera hlutina, finna út úr þeim, læra eftir því sem áskoranir berast. Við þekkjum okkar umhverfi og áskoranir og við erum aldrei nema 2 símtölum frá lausn ef aðstoð þörf á. Við erum ekki one size fits all. Upplifun mín svo að mantran að allir að passa í sama snið ráði í ríkjum í Evrópusambandinu. Reglurnar ekki hugsaðar fyrir lítil fyrirtæki á Egilsstöðum, Stykkishólmi eða Akranesi, heldur fyrirtækjum í Berlín, Bratislava og Bologna. Og meira að segja þau virðast vera í basli þessa mundir. Lausnir við vandamálum sem virðast stundum heimatilbúin eða ímynduð verða til á meginlandinu og tvístrast þaðan álfuna. Allt í einu vakna menn upp við að þurfa að fylla út nýtt eyðublað, eiga í nýjum samskiptum við nýja stofnun, fylla út nýtt bókhald, en nú það síðasta að þurfa að vera með ábyrgðarmann umbúða í hverju landi sem sendar eru vörur gegnum netverslun. Hagkerfið okkar dreifið áfram að fiski, ferðamennum, ógrynni á umhverfisvænni orku, þrautseigju og sköpunargleði mannauðsins ekki sniðið í það mót. Íslenska leiðin sem kjarnast í frasarnum þetta reddast, kostar stundum hrófl og skrámur, en við erum alltaf snögg á fætur aftur. Ég kýs frekar öfluga viðspyrnu en að neyðast til þess að liggja lengi. Ég verð að viðurkenna að áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla var sett á dagskrá var ég ekki sér fróð sambandið. Og ég það ekki enn. En ég hef gert mitt besta til þess að sækja mig fróðleik til að geta tekið upplýsta ákvörðun. Sú vinna hefur kostað mig athygli sem ég gjarnan vilja verja í önnur og mikilvægari verkefni. En þegar einhver segir mér að hann geti smellt fingrum og það leysi öll mín vandamál, matakarfan verður ódýrari, vextir stefni harðbyri á 0 og við þurfum reynd ekkert að gera nema að segja já,
Þá hljómar það skringilega í eyrum 10 ára stelpunar sem fylgdist með móður sinni opna sólbaðstofu í bílskúrnum heima hjá sér. Það hljómar skringilega fyrir 20 einstæðu móðurinn á Egilsstöðum sem fékk þá flugu í höfuðið að stofna sitt eigið fyrirtæki. Báðar fengu tækifæri til að gefast upp þegar á móti blés, að leggjast niður og leita annað að lausnum. Hvorug gerði það. Báðar komist að þeirri niðurstöðu að þær þurftu að taka slaginn í stað þess að leita að töfralausn annar staðar. Sitjandi ríkisstjórn mætti taka þá leksu til sín að takast á við eigin efnahagslegu vandamál í stað þess að telja jafnöldrum mínum sem mörg hver að reyna að finna sína fótfestu, skjóta rótum og stofna fjölskyldu, trú að lausnin komi að utan og við getum bara hallað okkur aftur og gert ekkert. Það er ekki svo. Lausnin við okkar áskorunum að finna hérna heima. Það mun ráða atkvæðinu mínu í kjörklefanum í næstu viku. Ég vil að börnin mín, eins og kynslóðin mín og kynslóðurnar undan, þá vil ég að þær fá að sníða sína eigin leið, hvort sem það verður upp á eigin spýtur eða í nánu samfloti við aðra, skref fyrir skref. Þótt að það þýðir stundum 2 skref aftur og bak, 2 skref áfram og 3 skref aftur og bak. Þá verður það alltaf okkar eigin skref. Ég vil að þau fá að ákveða sinn kúrs, sníða sinn stakk eftir vexti og taka ákvarðanir á sínum forsendum. Þau skref verða aðeins tryggð á einn veg og því segi ég nei í næstu viku. Áfram Ísland.